Andrés Indriðason sem nefnist Líf fyrir listina eina og fjallar Gerði Helgadóttur myndhöggvara. Í lok 7. áratugarins verða grundvallarbreytingar á list Gerðar Helgadóttur, bæði hvað varðar efni og form. Það leyti fer hún að vinna verk sín í brons. Þau eru efnismikil með óreglulegum og lífrænum formum. Áferðin fíngerð og í stíl við ljóðræna abstraktlist. Hún vinnur þessi verk með loksuðu tæki beint í bronsið. Hvert þeirra sýnir augnablikið í þróun þess meðan bronsið var að bráðna. Verkin opnast nú út í rýmið í stað þess að leita inn á við og loka því eins og áður. Og nú hafa þau fengið heiti eins og orgelfúga, hafalda, skrafskjóða og góugróður. Bronsið varanlegra efni en járn og hefur allt aðra eiginleika. Það líka dýrara efni. Bronsið tekur allt öðruvísi við loksuðunni og rennur auðveldlega eins og Gerður komst á orði sjálf. Segja má að þegar hún var að vinna með fíngerða bronsbúta í loksuðunni hafi hún komist nálægt því að mála með efninu. Þannig gaf hún hverju verki sérstaka áferð. Á bronsárunum vann hún frábærar teikningar málaðar með pensli. Þær kallast sterklega á við bronsverkin. Pensilfarið ígildi bronsbútana sem hún mótaði með loksuðunni. Árið 1958 kynnist Gerður Jean Leduc, frönskum listmálara. Ári síðar kaupaðu 200 ára gamalt bændabíli í þorpinu Avrenville 40 kílómetra fyrir sunnan París og breyta hlöðunni í stórar og bjartar vinnustofur. Gerður nefnir húsið Tröllanes eftir æskuheimilinu í Neskaupstað. Hér hefur hún gott næði til að stunda list sína fjarri ís og þys borgarinnar. Það var yndislegt að koma til hennar Gerðar hingað í gamla bændahúsið í Avranville, en það var hún höfðingi heima að sækja og einstakur kokkur, perfektionisti í því eins og öllu öðru. Ávaxtatrén kringum húsið hér tóku brátt að bera ávöxt sem Gerður sultaði og hún súrsaði eigið grænmeti og krydd. Hér var yndislegt á sumrin. Í þessi húsakaup og kostnaðin við viðgerðirnar fór vinnustofan hennar inn í París og alla greiðslurnar fyrir Skálholtsgluggana og fleiri verk. Á gamlársdag árið 1959 koma Gerður og Leduc til Íslands og ganga í hjónaband. Bæjarfógetinn í Kópavogi gefur þau saman. Í kirkjunni í Saint-Pierre-le-Pey í Cantal í Miðfrakklandi eru listaverk eftir þau bæði frá 1961. Eftir hana vindhaninn sem setur svip sinn á kirkjuna, skápur fyrir altari sakramenti og kross. Og eftir hann eru steindir gluggar. Skápurinn unnin úr bronsi sem á viðarfleti. Ofan á honum krossin með Kristmyndinni. Ári síðar, í september 1962, halda Gerður og eiginmaður hennar sýningu á verkum sínum í Bogasal Þjóðminjasafnsins. Hún sýnir 11 nýlegar höggmyndir úr bræddu bronsi og hann 21 málverk í ljóðrænum abstraktstíl. Þetta í þriðja sinn sem Gerður sýnir verk sín á Íslandi. Þau vekja mikla athygli, þykja nýstárleg. Fyrstu árin eftir að Gerður flytur til Avrenville vinnur hún fáar höggmyndir. Höfuðviðfangsefni hennar verða sinn steindir kirkjugluggar. Sjálf segir hún að vinna við þá sé svo mikil og tímafrek að næstum ógerlegt sé að gera nokkuð annað á meðan. Það kemur í ljós þegar frá líður að það hefur sína kosti að búa í kyrðinni í Avrenville eins og Gerður hafði séð fyrir. En líka sína galla. Hér var vissulega meiri vinnufriður heldur en inni í París,
En leið þá leit enginn inn eins og menn gerðu í listamannahverfinu. Gerður var í eðli sínu mannblendin og heillandi, en nú eins og alltaf togaðist á þörfin fyrir vinnufrið og félagsskap. Árið 1961 byrjar Gerður að vinna að gerð steindra glugga fyrir kaþólsku kirkjuna í bænum Monsjá í Þýskalandi. Í þessum bæ í fyrsta sinn falast eftir verkefni hjá henni fyrir þýska kirkju. Þau eiga eftir að verða mörg fleiri. Hún athugar aðstæður og birtuskilyrði og heillast af húsunum sem eru frá miðöldum og fögru umhverfinu. Gluggarnir eru settir í kirkjuna 1961. Einn þeirra blasir við kirkjugestum þegar inn er komið. Formið minnir að sumuleyti á gluggana í Skálholtskirkju. Í bænum Herkenrath, skammt frá Köln, er gömul kirkja í rómönskum stíl. Kirkja heilags Antoníusar ábóta af Egyptalandi. Í byrjun 7. áratugarins er verið að stækka hana með nýbyggingu. Gerði er falið að gera steindaglugga í kirkjuskipið. Hún hefur þó télaga, sækir formið í T-stafinn sem er einkunn verndardýrlingsins heilags Antoníusar. Arkitektinn hefur séð verk hennar hjá Oidmann-bræðrum í Linnich og hún er eini listamaðurinn sem fær beiðni að gera tillögur. Biskupsskrifstofan í Köln og fornminjanefndin í Bonn leggja síðan blessun sína yfir þær. Hún byrjar að vinna þetta verk haustið 1962 og lýkur því ári síðar. Árið 1961 er leitað til Gerðar og hún beðin að gera tillögu að steindum gluggum í Kópavogskirkju sem þá er í smíðum. Forgöngu það hefur Hulda Jakobsdóttir bæjarstjóri. Gerði þykir vænt þessa ósk, ekki síst vegna þess að foreldrar hennar hafa búið í Kópavogi nokkurt skeið. Tillögur hennar vekja aðdáun allra og eru samþykktar vorið 1962. Gluggarnir eiga að snúa mót höfuð áttunum 4. Allir verða jafnstórir. Hún hefst þegar handa. Hún hefur ekki mikinn tíma, þá á vígja kirkjuna miðjan desember. Kópavogsbúum er umhugað að gera kirkju sína sem best úr garði. Safnaðarkonur gangast fyrir fjársöfnun meðal bæjarbúa til þess að standa straum af kostnaði við gerð gluggana. Gerði tekst með dyggri aðstóð vina sinna í listasmiðjunni í Linnich að ljúka við alla gluggana í kirkjuna á 5 mánuðum. Þeir eru komnir í hana þegar hún er vígð 17. desember. Litir gluggana 4 vinna saman á táknrænan hátt og mynda eina heild í rýminu. Þeir tjá æviskeið mannsins og líf handan dauðans frá austri til norðurs. Haustið 1963 byrjar Gerður að vinna 6 glugga í minningarkirkju séra Hallgríms Péturssonar í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd til viðbótar þeim sem hún gerði 6 árum áður og prýðir stafn kirkjunar.
Myndefnið sækir hún í Passíusálma séra Hallgríms Péturssonar, Píslarsögu Krists. Krossfestingin. María Guðsmóðir með son sinn andaðan. Upprisan. Í efri hluta tvískipts glugga inn á kórnum lagt út af sálminum allt eins og blómstrið eina. Í neðri hlutanum sálmaskáldið Hallgrímur Pétursson. Hann var prestur í Saurbæ 1651 til 1669. Passíusálmana samdi hann hér á árunum 1656 til 1659. Árið 1966 vinnur Gerður steindaglugga í kapellu Melanchthon kirkjunnar í Düsseldorf. Gluggarnir mynda samfellt band eftir öllum 4 veggjum uppi við loft. Í formunum birtist krossminnið í ýmsum myndum. Árið 1966 gerir Gerður steindan glugga fyrir Neskirkju í Reykjavík. Þetta horngluggi með þykku gleri í fordyri kirkjunar. Honum komið þar fyrir ári síðar. Í glugganum bláir og hvítir litafletir í mörgum litbrigðum og einstaka rauðir. Í hinum geometrísku formum krossminnið falið. Árið 1990 stór gluggi eftir teikningu sem Gerður vann 1967 settur á austurhlið kirkjunar. Hann unnin í listasmiðju Oidmann-bræðra í Linnich í Þýskalandi, 12 metra hár og setur mikinn svip á kirkjuna í hinum ótal mörgu litbrigðum himinsins sem eiga það líka til að færa sig yfir á kórvegginn þegar sólin skín. Árið 1964 kaupa Gerður og eiginmaður hennar gamalt bóndabíli í Sévalmór í smábænum Bassós 40 kílómetra fyrir vestan París. 4 áratugum síðar hér öðruvísi umhorfs. Húsið og garðurinn hafa tekið miklum stakkaskiptum. Gerði þykir henta mun betur að búa hér fyrir vestan París en sunnan því að samgöngur greiðari. Það líka kostur að íbúðin hér stærri en í Avranvill og að innangengt í hana úr vinnustofunni, sem í hlöðunni. Héðan ekki langt að fara til bestu vina hennar. Hjónin og listamennirnir Vala Hafstað og André Ennar eiga heima skammt frá. Gerður hafði þetta áræði til þess að leita að og að uppgötva hjá sjálfri sér hvað hún hafði til að bera og hvað hún vildi. Uppgötva getu hjá sjálfur sér sem gaf henni innsýn í formheim nýrra möguleika og undirstaðan að því fékkst með vinnu og meiri vinnu. Depuis l'arrivée en France de Gerdur à Montparnasse en 1951 jusqu'à sa mort en 1976, Gerdur a été une de nos meilleures amies à Vala et à moi. Une vraie amie. Une amie qui donnait beaucoup. Il y avait en elle 2 éléments très forts, le feu et la glace. Une rencontre entre un volcan et un glacier qui sans cesse luttaient et se complétaient. Nos destins nous ont toujours rapprochés. D'abord à Montparnasse, où nous habitions dans le même immeuble rue Campagne Première, elle dans son atelier de sculpteur et nous dans un studio.
et plus tard dans les Yvelines. Elle à Chevalmort, où nous sommes maintenant, et nous à Saumarché. Nous étions voisins. Gerdur était un être passionné dans tout ce qu'elle faisait. Elle a une force exceptionnelle. Il y avait toujours autour d'elle un groupe d'artistes, entre autres Yves Klein, qui fut un de ses amis intimes, et aussi Horia Damian, qui, à mon avis, est un des plus grands peintres actuels de ce temps. Í Chevalmor vinnur Gerður fyrst sinn einkum að glerlistaverkum. Hún gerir meðal annars fortekningar fyrir kirkjuna í Rüttenscheid hverfi í Essen. Myndstefið er æviskeið mannsins. Hún vinnur út frá einkunnarorðunum komið, verið kyrr, farið. Allt frá því á námsárunum á Ítalíu hefur Gerði dreymt að fara til Egyptalands. Árið 1966 lætur hún þann draum rætast. Hún hefur hrifist af list forn Egypta því þar er allt fullkomið eins og hún segir sjálf. Lína, form, kompósisjón, ekkert er gert að ástæðu lausu. Eftir ferðina setja forn egypsk áhrif mark sitt á verk hennar skeið, en þau vinnur hún úr steinsteypu og gleri. Þegar hér er komið sögu á listfelli Gerðar, einsettur hún sér að láta höggmyndalistina ganga fyrir klærgerðinni. Verk hennar verða formsterk og efnismeiri en nokkru sinni fyrr. Kveikjan af formunum er hinn forn egypska list. Hið algilda trúartákn, augað allsjáandi, birtist í ótal myndum. Hún notar nú steinsteyp í verk sín og fellir í hana gler, litað og ólitað. Líkt og í víraverkunum frá 7. áratugnum fellir hún saman skúlptúr og gler. Í þetta sinn þunga steinsteypu og gler af ýmsu tagi. Á 7. áratugnum vinnur Gerður kirkjugripi úr bronsi sem hún bræðir með loksuðu. Hún smíða krossa, sýnikir og altariskápa fyrir kirkjur í Þýskalandi, meðal annars fyrir Úrsúlukirkjuna í þorpinu Dúrbóslar skammt frá Linni. Hún smíða líka skartgripi með sömu tækni, bræðir fína bronsþræði. Oft lóðar hún þræðina saman með silfri og skeytir steini í. Vorið 1970 kaupir Gerður hús í Hollandi og hyggst setjast þar að. Hún og eiginmaður hennar hafa slitið samvistir. Húsið er í Klein Oirlo í Limburg-héraði í suðurhluta landsins. Í Hollandi vinnur hún í fyrstu kirkjulistaverk sem eru steypt í brons og steindaglugga, hvort tveggja fyrir kirkjur í Þýskalandi. Síðan taka við verk sem hún vinnur í gifs, leir og steinsteypu. Þetta verk, Síhreyfing sem hún gerir 1970, er í almenningsgarði við Digranesveg í Kópavogi. Á þessum árum vinnur Gerður jöfnum höndum verk úr bronsi sem hún logsýður og verk sem hún mótar. Þessar síðustu höggmyndir hennar einkennast af einföldum hringformum. Meginþema þeirra er hreyfing í ýmsum tilbrigðum. Í þeim virkar hún tómarúmið eins og í upphafi ferilsins. Árið 1970 heldur Gerður einkasýningar á þessum verkum sínum úr bronsi, gifsi, leir og mósaík í Hollandi og Þýskalandi. Það ár gerir hún þetta verk í minningu foreldra sinna. Heilu formin minna á stuðlaberg. Hinn opnu 5 mynda kross. Hér er hún 1970 að vinna við skúlptúr úr bronsi með sveigðum og hringlaga formum. Verkið nefnist Hrynjandi og er við innganga fjölbýlishúsi við Rue Amelot í París skammt frá Bastilutorginu. Arkitekt hússins felur henni að vinna þetta verk.
Á þessu ári, 1970, er Gerður beðin að gera tillögur að mósaík altaristöflu í Kópavogskirkju. Þessi óskað heiman gleður hana mikið. Minnin sem hún velur og útfærir eru krossin, augað allsjáandi, krossin og augað allsjáandi og lífstréð og krossin. Í huga hennar verður bogalaga glugginn á kórvegnum eins og rammi utan mósaíkverkið fyrir augum kirkjugesta. En þessi draumsýn verður ekki að veruleika. Hugmyndum hennar er hafnað. Árið 1971 gerir Gerður lágmyndir á húsvegg flutningafyrirtækis Gunnars Guðmundssonar við Elliðavog í Reykjavík. Hún sker formin sem minna á bílaparta út í frauðplast og nýtur aðstóðar Snorra, bróður síns. Formin eru síðan fest á krossvið sem komið er fyrir í mótónum áður en húsið er steypt. Þetta leyti gerir hún tillögur að mósaíkmynd sem á að vera á hinum stóra vegg tollstöðvarhússins í Reykjavík og leggur þær fyrir ráðamenn án nokkura skuldbindinga, því að óvíst er hvort ráðist verði í gerð listaverks á vegginn. Að sama skapi er ekki ljóst hverjum verði falið að vinna það ef sú verður raunin. Þessar tillögur gerðar eru með abstrakt formum eins og vænta mátti frá hennar hendi, en þær hrífa ekki ráðamenn. Það gerir aftur á móti tillaga sem hún vinnur og leggur fram eftir að hafa hort á bátana sem er að búa sig á veiðar í Vesturhöfninni með netin og rauðar kúlurnar. Það er ekkert áhlaupaverk að vinna svona stóra mósaíkmynd. Myndflöturinn er 142 fermetrar. Andri Ennar, vinur hennar, leggur henni lið. Hann kemur til hennar öðru hverju. Les upp málin af frumtekningunni sem hún færir síðan út í rétta stærð. Í heilan vetur er hún meira og minna á 4 fótum að vinna þetta verk. Þegar komið er að loka stigum í verkferlinu hjá Oidmann bræðrum í Linný, vakir hún að vanda yfir öllum verkþáttum. Í myndina fara 3 tonn af steinum, mest frá Feneyjum en nokkuð líka frá Þýskalandi. Steinarnir eru skornir og sniðnir til eftir tekningunum og settir á stóra fleka sem eru síðan sendir til Íslands og felldir saman á húsvegnum. 7. september 1973 er verkið síðan afhjúpað við hátíðlega athöfn. Gerður er viðstödd ásamt arkitekt hússins, tollstjóra og fleiri ráðamönnum. Í umfjöllum blaða segir að þetta listræna framtak setji svip á miðbæinn og gerbreyti götunni. Myndin sé þegar orðin hluti af andliti bæjarins. Bátarnir sem Gerður sá á kyrlátum og fallegum sumardegi sóma sér vel á þessum stað niðri við höfnina. Og sólin rís í fallega útfærðum formum og litum. Gerði þykir vænt hlý orð og hamingjóskir sem henni berast úr öllum áttum. Það skyggir þó á gleðina að hún er ekki eins og hún á að sér að vera. Í ljós kemur að það er ekki þreyta vegna mikillar vinnu sem hrjáir hana. Það er illvígur sjúkdómur sem er farin að láta finna fyrir sér. Hún heldur sínu striki engu að síður og vinnur að verkefnum sem bíða hennar þegar hún er komin til Frakklands á ný. Hún hefur selt húsið sitt í Hollandi og fengið vinnustofu í Basos skammt frá Sjevarmór. Meðal verka sem bíða hér eru 3 lágmyndir sem hún er að vinna fyrir menntaskólan við Hamrahlíð og gerð tillagna að mósaíkmyndum, annars vegar fyrir nýtt útibú Sparisjóðsins hér í Linný, hins vegar fyrir Samvinnubankann í Reykjavík. Þetta stóra verk hennar í Sparisjóðnum í Linný setur mikinn svip á afgreiðslusalinn. Þriðji nóvember 1973 er örlaga dagur í lífi Gerðar Helgadóttur. Þennan dag er hún sem oftar á góðri stund hjá vinum sínum í Linný, bræðrunum og fjölskyldum þeirra. Skyndilega fær hún aðsvif. Hún er óðar að flutta á sjúkrahúsið í bænum.
Þar er hún í 3 sólarhringa án meðvitundar. Lúdóvíkus og Fritz Eudmann og eiginkonur þeirra skiptast á að vaka yfir henni. Við rannsókn kom í ljós að Gerður var með stórt ber í brjósti, læknarnir í Linnik vildu fjarlægja það, en vinirnir í París vildu fá hana þangað til rannsóknar og meðferðar hjá sérfræðingi í heilaæxlum. Í Valahafstað, þótt handleggsbrotin væri, þá kom hún og sótt hana og flutt hana til Parísar og inn á einkaklíník þar. Ég kom þangað líka og talaði við doktor Weiss sem þá sagði að hún væri komin með krabbamein í mjöðm og á höfuðkúpubeini og ekkert væri að gera. Það varð úr í samráði við systkini hennar að við dreifum okkur heim til Íslands og þar tók við baráttan á Landspítalanum með uppskurði, geislunum og lyfjameðferð. Gerður leggur ekki árar í bát þó að baráttan sé erfið. Þó að sjónin bili og erfitt sé að rýna í vinnutekningar að verkum sem þarf að ljúka. Meðal þeirra eru steindir gluggar í Ólafsvíkur kirkju. Hún hefur komið í kirkjuna að skoða aðstæður ásamt arkitekt hússins og Lúdóvíkusi Eudmann. Als wir 1973 das große Mosaik am Zollgebäude, welches von Gerdur entworfen war, montiert haben, ist Gerdur mit mir nach Ólafsvík gefahren, damit ich die Fenster ausmessen konnte und sie sich einen Eindruck von der Architektur der Kirche machen konnte. Sie hat dann gesehen, dass um die Übereinstimmung von Entwurf und Kirche zu haben, wollte sie dreieckige Prismen haben, wie diese beiden Prismen, die wir dann speziell für sie angefertigt haben und nachdem wir dann die Fenster ausführten. Sie selbst war sehr krank und konnte zum Schluss nicht mehr die 1:1 Zeichnungen machen. Die hat dann ein Meister von uns gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass die Fenster sehr gut geworden sind. Gerdur war eine hervorragende Künstlerin, die immer den Raum versuchte, entsprechend der Architektur zu gestalten. Und wir haben sehr viel Freude und Arbeit mit ihr gehabt und waren recht gut befreundet. Gerður hefur athugað birtuna í kirkjunni að kvöldi og að morgni og komist að raunum að hún er ekki svo sama í báðum gluggunum og kórvegnum vegna skugga af fjallinu. Því lætur hún framleiða glerprismana eftir eigin tekningu. Með því að raða þeim saman og hafa sem kjarna í gluggunum misjafnlega mikið, tekst henni að brjóta ljósið og jafna birtuna. Henni auðnast að gera vinnutekningar af þessum gluggum, en starfsmenn Eudmann bræðra í Linnik ljúka verkinu og gera sjálfir 2 aðra steinda glugga í kirkjuna og vinna þá í samræmi við hugmyndir hennar. Annar er yfir aðaldyrunum og hinn yfir dyrunum milli salar og fordýris. Gluggarnir eru báðir þríhindir, en það er líka áberandi form á kirkjunni sjálfri. Gluggar í raufar á endavegg kirkjunnar eru á sama hátt unnir með hennar formum, litunum sem í Linnik voru nefndir gerðarlitir og með glerprismunum. Árið 1974 sæmir forseti Íslands, Kristján Eldjárn, gerði Helgadóttur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu í virðingar og þakklætisskyni fyrir lífstarf hennar. Kraftarnir eru á þrotum, en efst í huga er það sem hún á ógert. Vorið er hún komin til Frakklands. Hún fær 2 mánuði til að sinna öllu sem hún á ógert þar. Læknismeðferð bíður heima. Gerður sýndi næstum ofurmannlegt hugrekki. Hún barðist ekki bara fyrir lífi sínu, heldur að hugurinn seint og snemma við ókláruð verkefni. Ég fór með henni hingað til Frakklands þegar hún trúði því að hér geti hún unnið. Meðal verkefna sem hún átti eftir að ljúka hér voru lágmyndirnar úr bronsi fyrir menntaskólann við Hamrahlíð. Lágmyndirnar eru 3 og mynda eina heild saman. Gerð megna lokksjóða því æðar í kringum augun hafa sprungið. Fritz Eudmann kemur til hennar frá Linnik ásamt samstarfsmanni sínum. Gerður kennir þeim réttu handtökin með lokksjóðutækið, sýnir þeim hvernig eigi að fara að. Hvernig eigi að bræða bronsið með hennar lagi, treystir þeim best til að ljúka verkinu
og það gera þeir í listasmiðjunni í Linný þar sem hún átti sjálf svo margar góðar stundir. Vinna verkið í einu og öllu í samræmi við hennar óskir. Árið 1977 eru bronsverkin 3 sett upp í hátíðasal Menntaskólans við Hamrahlíð. Vinir hennar í Linný annast það verk. Við fleiri verk verður ekki unnið. Starfsævi Gerðar Helgadóttur er lokið. Baráttan fyrir lífinu heldur áfram sinn. En vornótt í maí, árið eftir, 1975, lýkur því stríði. Hún er ein þegar kallið kemur. Ein eins og hún var svo oft í lífinu, 47 ára. Í jaðri Borgarholtsins austanvert við Kópavogskirkju er listasafn Kópavogs. Safnið var vígt 17. apríl 1994 og nefnt Gerðarsafn til heiðurs listakonunni Gerði Helgadóttur. Með gjafabréfi 21. mars 1977 færðu erfingjar hennar Lista- og menningarsjóði Kópavogs öll verk sem hún lét eftir sig þegar hún féll frá 2 árum áður. Allar frummyndir, afsteypur sem til voru, ásamt skissum, teikningum og tillögum að ýmsum verkum. Auk steindra glugga og mósaíkmynda. Alls voru þetta 1360 skráðu verk. Þau ná yfir allan listferil Gerðar og gefa því glögga mynd af list hennar. Nú eru í safninu 1400 verk eftir Gerði. Auk þess sem safnið geymir og sýnir verk Gerðar gegnir það hefðbundnu hlutverki listasafns. Lista- og menningarsjóður Kópavogs var stofnaður 1965 og hefur eignast 800 listaverk frá þeim tíma. Langflest eftir íslenska listamenn, auk verka Gerðar. Gerður Helgadóttir lagði mikið af mörkum til íslenskar myndlistar. Raunar var hún svo mikilvirk á stuttri starfsævi sinni að með ólíkindum hlýtur að teljast. Hún leit á sig sem myndhöggvara öðru fremur. En mikilfengleg glerlistaverk hennar munu líka halda nafn hennar á lofti. Hún kaus sér efni við sem aldrei er auðveldur viðfangs. Brons og járn sem hún mótaði eða bræddi saman með logsuðutækjum. Hún var völundur á málma og vann líka verk úr öðrum þungum efnum, steinsteypu og gleri. Ég er sterk, sagði hún, þessi smávaxna og fíngerða kona, við þá sem undruðust ótrúlegan kraftinn, eljuna og eldmóðin, þegar hún var að bera þungar styttur eða að logsjóða, oft við ótrúlega erfiðar aðstæður. Hún var ævinlega kröfuhörð og óvægin gagnvart sjálfri sér, hlífði sér aldrei. Líf hennar var fyrir listina eina.